blár í ár, hann blár í ár, hann blár í ár. Við vitum öll að bikarinn blár í ár. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Klukkan er 10:10 og við erum að fara með Kjartan Atla Kjartansson á línunni. Og nú ætlum við að fara aðeins í körfuboltann, því að við vorum nú aðalega að tala bara um fótboltann áðan og þjálfun. En hann er komin hérna aftur á línunni. Góðu blessaður og sæll aftur. Blessaður. Ertu ekki bara brattur síðan áðan? Jú, ég mjög brattur. Það gott. Herru, ég ætla að byrja að spyrja þig hérna, þú lagðir skóna á hilluna í vetur? Já. Með Stjörnunni? Svona á svona einhverju leveli. Ég ákvað að fara í aðra deildina að hjálpa klúbbnum sem ég eiginlega stofnaði nú. Stofnaði, sett í fyrsta körfuknattslið í Íslandsmót. Og fór í þann klúbb og mér hefur alltaf dreymt Álftanes ætti að vera í fyrst deild og ég ákvað bara að reyna að láta draumi rætast. Já. Og ykkur tókst það heldur betur? Já, algjörlega. Það gekk rosalega vel. Og þið var ekki úrslitaleikurinn núna helgina? Jú, við töpum fyrir IG í bara frábærlega skemmtilega leik held ég. Það var mikið af fólki sem var orða og mætir menn í stúkunni. Þannig að voru nú meistarinn Grindavíkur kom hann í heldsinni og Hrafn Kristjánsson verandi þjálfari Stjörnunnar og Henry Birgir og ég geti nú nefndur að fá fleiri. Þetta var allt bara á allum vorandi Stjörnum hana. Já, það var fullt af silfum. Já, þetta var eins og B5 og B5 og góðu laugardagskvöldi sko. Já. Herðu, en kannski byrja að spyrja þig áður en förum aðeins í úrslitakeppnina í Dómarasdeild karla. Hvernig hefur þið fundist annars svona fyrsta deild karla búin að vera þessa leiktíð? Ég er nú rosalega lítið náð að fylgjast með fyrsta deild karla. Ég er nú bara að skoða tölfræðina og séð svona glefsi sko. Ég kannski er ekkert mjög dómbar það. Ég fylgdist með nokkrum leikmönnum og ég var aðalega með honum Ólaður Ingarsson, vinni minn í Þórakari. Þannig að ég veit ekki, þetta er bara, virðist bara vera svona eins og þetta er yfirleitt. Það er gaman að sjá að hata með hana í úrslitum eða úrslitum löst eftir. Og bara, þetta eru 2 sterk lið þar og ungi þjálfarar, það er gaman að því. Báðir kottungir. Og líka gaman að sjá liðin svo höttur ef að þeir skildu nú fara bara alla leið? Já, það var nú gaman að fá upp aftur. Þeir hafði nú hvetja bæri yfirvöld fyrir austan að setja parkett á gólfi. Já. En þetta er rosa skemmtileg heima þetta. Það er alltaf gaman að koma austur. Það er það er sko það er bara svona skemmtileg stemming og gott fólk. Það er sko, austfirðingar eru besta fólkið á landinu held ég. Svona, helt yfir sko. Ég segi svona, en þetta er bara allt að vera fyrir austan og ég það er náttúrulega líka gaman að fara í gráin. Þannig að þetta eru 2 skemmtilega lið þannig að þetta er bara að við sjáum hvað gerist, en ég er lítið fylgst með hann, ég er svo sem ekki dómbar á næst tíma. Þú varst nú að þjálfa í Stjörnuna í fyrst deild kvenna í fyrra og náður að fylgjast eitthvað með þeim stúlkum með þessa leiktíðina? Nei, það er svo margir flokkar sem ég þjálfa, það er ég hægt að þjálfa og oft missi ég svolítið taktinn en það gekk ekki alveg nógu vel hjá mig. Ég er nú gagnrýnt samt svolítið ástandið í fyrst deild kvenna með kanamálinn sko. Mér finnst þetta meðan liðin, það er ákveðin lið sem og það er bara ekkert bara núna, það hefur verið gegnum tíðina. Lið sem eru kannski undan þá við að borga dómakostnað, það er svo dýrt að fá KKÍ dómara. Já, einmitt. Að þá eru samt með bandaríska atvinnumenn. Já. Og mér finnst það bara, mér er alveg sama hvernig aðstæðnir eru, mér finnst það eigi bara ekki verið þannig. Og þá, sko, það getur ekki endalaust verið einhverja svona rettingar og það getur ekki, eins og ég fór upp á Ísa fyrir einhvern tímann, þegar ég var að þjálfa stelpunar og þar var bandarískur atvinnumaður og það voru bara alveg flottur drengir að dæma leikinu. Þetta voru bara menn sem voru bara í gallabuxum og þetta er fyrir neðan virðingu þessara stelpna sem eru að iðka þessa íþrótt.
og mér finnst líka algjörlega ótækt að þegar þú ert með svona klúbb í fyrstu deild kvenna og ert að fá kana og svo eru stelpurnar sjálfar og þetta er líka oft í fyrstu deild karla leikmenn að fjármagna kaupin á erlendum atvinnum. Já, þau eru sem safna í bók og safna dósum og mér finnst þetta bara ég veit það ekki þetta er eitthvað spes. Já, þetta er svona fyrirkomulag sem kannski menn ættu að fara kannski bara að tala saman þarna þjálfararnir, hvernig er best að hagræða þessu? Já, ég held að það var bara einhvern veginn ég veit það ekki, það er bara margt sem maður myndi vilja sjá betur gert, ég tek bara eins og segi og ég held að liðin getur bara séð eins og þarna Hamar fer upp og við náttúrulega vinna okkur 2-1 og fóru verðskulda upp. Það var svaka viðureign. Það var mjög og bara með skemmtilegri viðureign sem ég tekið þátt í sem þjálfari eða leikmaður og þó höfum tapað og þetta var vel þjálfað lið, sterkir leikmenn, mikið bara, ekki mikið, þetta er bara nánast eingöngu byggt upp á heimastúlkum eða stúlkum frá Suðurlandinu og það fara svo í úrvalsdeildina og það bæta við þessi bandarísku leikmanni og einu sterkum íslensku leikmanni í Fanneyjum og það eru bara orðnað eitt af bestu liðum landsins. Já, Dominos-deild kvenna var virkilega skemmtilega þessa leiktíð og... Já, mjög, maður sá náttúrulega mikið og hann var kaninni á Hamri gerði hann náttúrulega aðeinslega en svona myndpunktur kannski sá, ég held að og það var alltaf sem ég hugsaði líka sko, þegar maður er fyrstu deild og það var fá sér bandarískan afturmann til að komast upp þá verður viðbótin við liðið þegar þú komin upp þá er svolítið erfitt að bæta inn í það lið að Hamar fór bara rétt að leið þeir bara byggðu það rétt upp þegar þetta heimastúlku var með mjög færan ungan þjálfara sem það er ótrúlega bara hann hugsa greinilega mikið körfubolta og pæli mikið í taktík og það var erfitt að spila við hann og hann fer upp í úrvalsdeild með nánast sama lið þá bæti við einum íslendingi, einum kana og liðið bara að spila glimrandi bolta. Já, það er nú eina sem að kolleginn var að tala með Dominos-deild kvenna að þessi leiktíð er svolítið snöggt að ganga fyrir sig eða sem þetta eru leikið kannski 2 í viku og svo er þetta bara allt í einu búið. Já, ég get að tegna þá. Ég á svo erfitt, ég veit ekki, ég á svo erfitt með að skilja, við erum með innanhússport og við erum að spila, frá miðjum október fram í mars, miðjan mars. Já. Það er tímabili fyrir, stóran hluta íslenska liða. Alveg helmingin að Dominos-deildarliðunum? Já, og þetta er bara allt og stutt tímabil. Og þetta er líka svona yngri flokkunum og við tökum mjög ríflegt jólafrí oft. Eins og liðin í Dominos, það var umferð jólin alltaf það er búið að breyta því en núna geta kannarnir komist heim og sem ég held að það var fínt en þetta það var miklu lengra tímabil það var að fjölga leikjum í kalladeildinni það er alveg svona þokkalega mikið að leikjum í kvennadeildinni en álagið er bara svo ofboðslega mikið ég meina það sést líka það eru að hrynja niður hver annari þetta er bara það hlýtur við þetta lengi að það tímabil. Já, nákvæmlega. Allan að einna en þeir eru víst flestandi þjálfarinni sammála þessu vildi Hallgrímur meina hérna í spjallum daginn. Já, ég meina það er bara þetta er alltaf meika fullkomið sem tæknilega veruleikarnir eru þannig að FIBA alþjóða körfuboltasambandi það að pinpointa einhverja daga á árinu inn í kalendarinu á körfuboltaliðin sem eru eyrnamerktir landsliðin. Já. Og þá með ekki fara neina umferðir fram og það sem líklega hugsunin með öllu þessu dæmi er að vera búinn að allri úrslitakeppninni áður en fótboltinn byrja þannig að þetta er aðeins erfiðara en að sjá einhvern veginn að fiffa hlutina þannig að við séum ekki með leikmenn í meiðslum og við séum ekki með og svo erum við alltaf að fá að leiki í kallanegum en það þannig að ég held að stelpunar spila hvað eru með 8 lið og hvað eru að spila 28-30 leiki. Já. Þannig að en já, ég held að þetta sé bara réttmætt gagnrýni hjá Hallgrími. En Haukar Snæfell, þú eru eitthvað að spá í þetta innví? Ég held nú að ég kom mér á orð að Snæfell tók fyrsta leik ég held bara að Haukar vinni þetta 2-0 þeir eru bara með
því miður verist oft kannaboltin vera þannig að það svona, þú veist, ef nærri Lilja Harti þá vinnur bara. Já, það alveg, hún mitt slátraði Hamar þegar það áttu séns á sínu tíma. Já, þetta er, ég veit ekki. Það er alveg ekki að gera í þessu skilur, þetta er bara, þá getur borgarinn á vel, þá getur henni titil í rauninni sko, en ég meina Haukarnir, ég ætla ekki að taka neitt frá Haukum, það eru með margar flotta stelpur og fína þjálfara sem nú ætlaður hvað á hellu eða ekki, ég veit sem Já. Rangæðingur. Já. Þannig að þú veist, maður vil náttúrulega ekki taka neitt af neinum, en mér finnst oft vera kannaðir í kannadeildinni en með dominerandi, þetta var náttúrulega algjört bull þegar voru 2 kannar. Já, mitt. En svona þetta bara og það bara þetta reglum sem spila eftir og maður bara gera það besta af þeim spilum sem gefin. Já, nákvæmlega. En þá að aðaldeildinni, já, það þýðir náttúrulega ekki að spyrja því, nú Dominos-deild karla og já, Stjarnan bara skellti Keflavík eða sópaði þeim í burtu, en það var nú ansi skrautið þarna hvernig komast á, ég hef aldrei séð Marvin Valdimarsson jafn glaðan eftir ykkur á körfu sem hann skorar. Já, hann var svo svipaglaður þarna hann var þegar hann var leikmaður ársins í fyrstdeild karla á KKL-kófinu 2010 held ég eitthvað svoleiðis. Var það innilegt fagn? Það var innilegt fagn, þá tók hann hann dansaði hann sko og gleði. Nei, ég er að djóka en þetta var margmið, ég sá engan leik, ég var alltaf að spila með Álftanesi á sama tíma og ég hugsa ég fór ekki að mæta í fyrsta leikjum til KR því að það gekk ekki vel. Ég held að það sé best fyrir þið bara að halda áfram að redda æfingarleikjum bara fyrir Álftanesi á meðan. Já, ég held að ég gera það bara og reynir bara að halda í sama farinu sko, en þetta er náttúrulega bara ótrúlegt uppsett en eitthvað verðist vera einhverja stóði verðist að vera farin að besta á Sunnubrautinni sko. Nákvæmlega. Þetta var ekki það Keflavíkurlið sem maður hefur þekkt ekki tíðinandi sko. Það lítur eitthvað, ég horfði nú einhverja leiki á vottinu og teipi og það var bara ótrúlega gaman að sjá Stjörnuna. Justin Sjás er náttúrulega einhver magnaðist í kappi sem maður var eftir sko. Þetta er yndislegt. Já. En það verður náttúrulega, Káringar þeir fóru beint í gegn eins og Stjarnan. Já, og Njarðvík. Já, og svo er það Grindavík og Njarðvík sem eiga svo við. Já, þetta er náttúrulega ótrúlega, það er einn tapleikur hjá þessum 4 liðum í áttaliða og það segir ykkur bara að ég með það að segja, þetta eru 4 langbestu liðin í dag með við þessar viðregnir, með fullu virðingu fyrir liðum sem töpuðu, þá þegar þú tapar 3-0 þá er það bara frekar sannfærandi tap. Já, þó að sko eins og Haukar Njarðvík og Keflavík Stjarnan, þetta var fyrir þetta kannski leik 2 Keflavík Stjarnan, jafnir leikir skilur sem að geta farið beggja vegna, en 3-0 sigur í seríu er bara frekar eins og við slettum að önsku convincing, það er bara þannig og 3-1 þá svo er það náttúrulega sko Benny Guðmunds töfraði fram eitt sigur sko, ég Grindavík með hrikalega velmanna lið og ég veist bara magna að Benny hafa náð að tára fram sigur með fullri vinningu fyrir Þórslinn að bara það er ekki mikið breytt í og svo missaði Þorstein og þannig að þetta var bara alveg erfitt. Já. Og ég held að það sé bara Benni kredit skilið og strákanir fyrir að hafa náð einu sigur með, eins og ég segi, með fullri vinningu fyrir þetta Grindavíkurlið er ansið magna. Já. En heldur að Grindavík eftir að fara illa með nágranna sína í Njarðvík? Þetta er bara ekki tækt að segja þess að við... Já, það er erfitt, en ég held að þeir muni sakna Þorleifs Ólafssonar, hans Lalla, óbærslega mikið í þessari seríu og ég veit það ekki. Ég held að það Njarðvíkurlið er eitthvað svo ódreiknanlegt eftir að þeir skiptum kanna og þeir eru eitthvað svo... Ég er svona sjá hvernig þeir eru að dekka til dæmis Louis Klintz junior sko, það er erfitt mótum, ég er óbústur hérna, mér finnst það vera einhver alls skemmtilegast í svona hörki svona kombogard sem að hefur komið lengi en hann minnir mig alveg svolítið á Darrell Lewis þegar hann var ungur og hann að ég veit ekki, ég bara
verður hörku seri og þetta fer bara það matcha mjög einhvern veginn skringilega upp þessi liðin. Ég hef eitthvað tilfinningu að Njarðvík sé að fara í úrslit, ég veit ekki hvað það er. Nei, nákvæmlega. Og mæta þá eða ekki við Stjörnunni bara? Já, ég vona það, þetta var náttúrulega hrikalega erfið seri fyrir hérna mína menn og hérna K.R. er alltaf bara maskína sko, en ég sjá hvað gerist. K.R. er náttúrulega komið frekar auðvöldri seri aftur með fullri vinningu fyrir Snæfell, 3-0 og svona einhvern veginn aldrei benti neitt til þess annað en að K.R. væri að taka þetta. Þeir settu alla í dræf, ég held að það hefði verið hérna á sjálfskyndu bílu svona fyrst annað ríki, ég held að það hefði farið mest upp í 3 sko. Já. Og það hefði ekki eins og haft fyrir að setja í dræfi sko, þetta virðist að vera þannig en hérna Snæfellsliðið alltaf lemstra og missa nána mæi mikinn höfðingja og hérna búin að vera hrikalega meðslum og ég held að þetta tímabil verður eitthvað sem þeir vilja gleyma sem allra fyrst. Já, nákvæmlega. En K.liðið eru rótlega og Stjarnan líka. Marvin fyrir liðinu og Stjarnan, sko Jón Sverrisson er náttúrulega að koma inn sem einhver alltaf skemmtilegstu leikmaður sem úrslitakeppni og hérna hann þetta ég held að ef eitthvað lið veitir K.R. mikla keppni þá er Stjarnan. Allan að varu, leikirnir á leiktíðinni, þið mættuðum hann í nóvember og þá unnu K.R.ingar eitthvað með 4 stigum og svo mættust þið aftur í janúar og þá unnu þeir eitthvað með 2 stigum. Já, og hérna 3 stigum, þannig að það var virkilega lélegur leikur á Stjörnunni sko, og það voru að brenna lay-upum og alls konar svona vitleysu sko og ég mann í fyrir leikna það var nú besti leikur minn á tímabilinu fyrir Stjörnuna. Ég hérna mann ágætlegt í þeim leik sko en við sprungum bara limminu. Þetta gæti orðið mjög athyglisvert en þá voru þeir náttúrulega sko ekki konum með hann að Kana. Hann er ansi magnaður. Já, nákvæmlega. En þetta verður allan áhugavert, en þið hafið allt til alls til þess að stríða K.R.ingum eða vinna þá allan. Já, ég held að við séum liðið sem getur gert það. Ágúst Björgvinsson sagði hérna í síðasta þætti, ég ætla bara að vona fyrir körfuboltann í Íslandi að þeir fara ekki bara með vinn alla leið, K.R.ingar. Já, ég sagði þetta fyrir þessu úrslitakeppni að Finnur Freyr getur jafnvel verið búinn staða framkvæmdastjóra ISS því að hann myndi sópa það væri hægt að það myndi sópa mörgum liðum sko. Já. En hérna eins og ég segi, fyrir mér sko er eins og Grindavík í dag án Lalla þá held ég og Stjarnan að spila þá held ég svona ef við ætlum að taka svona eitthvað svona eins og það verið hlutabréfamarkaður sko þá held ég að Stjarnan sé að svona að toppa þetta tíma verið þeirra og þá gæti þeir verið það lið sem veitir K.R. mesta samkeppni og séu líklegast til þess að veita þeim skráið við. Já, nákvæmlega. Kjartan Atli Kjartansson, nú ætla ég bara að fara að hleypa þér í bólið til frúnniðina ef hún er ekki löngu sofnuð. Já, ég var morgunin ekki fyrramáli á Guðstafnum 6 í fyrramáli. Það er aldrei slakað á Garðabænum. Þetta er náttúrulega óeðlilegt hjá þér að vera að ræsa svona unga drengir svona snemma. Hvað er það? Þetta er alveg svo gott að þessum maður. Hann komið daginn að vildi hann ekki missa æfingu og hérna var ekki með fart og hann hljóp okkur á 30 km 6 morgunin til að koma æfingu. Já. Það kallar maður dedication. Þannig að þetta eru alvöru strákar hérna á ferð. Þetta er næstu stjörnunar. Þetta er svona, ég kallar þetta La Masia árganginn sko, þeir eru að fá ég er að prófa allt á þeim sko. Viltu ekki meina það að framtíðin í körfuboltanum hérna á Íslandi, hún er bara, ég meina leikmennin í dag, þeir hljóta að vera öflugir en eins og bara árgangarnir sem voru undan eða því að þjálfarnir eru orðnir betri í dag? Jú, ég held að við sem fannum að pæla meira í þessu, ég held að sé svona komið svona einhver vitundavakning með þá, ég held líka að aðgengi strákana að sölunum sé orðið meira og betra og ég meina þegar lið, þú veist, það vera lið eins og Oklahoma State er að bjóða í Martin Martin Hermansson, það er bara, þú veist, þetta er eins og að fara í spænsku úrvalsdeildina sko, þetta
þetta fólk gerir sig ekki alveg grein fyrir svo. Við vorum með Hauk í Mariland og Elvar að fara í Division 1 skóla og Gunnar Óla að fara í Division 1 skóla. Já. Þetta bara, sko... Og svo við Steinn búin að vera úti í Sveinsson? Já, við hann alltaf kannski í minni skólum, hann búin að NAEA-deildinni sem er aðeins svona læra að skrifa en þú veist, með fullur virðingu fyrir því en þessir sko Division 1 skólar að það bara ekkert grín að vera þarna. Þannig að ég held að við séum bara að það að koma núna upp kynslu af ansi mögnuðum drengjum og svo held ég að kynsluðum fyrir eftir þá sé betri sko. Þannig að við erum bara að horfa á mjög besta tíma í íslensku körfubolta. Og það bara vonandi að það mun finnast fjármagn fyrir bara íþróttinir hérna á Íslandi þannig að við getum búið til fleiri afreksfólk. Já, það er nú dýrt fyrir þá að ferðast og yngri landsliðin, það er rosalega erfitt að halda þeim uppi. Já, ég meina, ég var náttúrulega sjálfur í fullan landsliðum hana í körfunni sko og maður var að borga þessar ferðir alltaf sjálfur sko. Það efni sko umræðu BR-gerð og þáttaröð sko. Það held ég nú, ég held að ég þurfa að taka bara 3 tíma þátt þá og hleypa þér og nokkur vittlýsingu bara hérna í settið og svo get ég bara farið, ég hugsa að ég geti bara tekið kvöldmjöltinir á meðan. Já, það var ýmislegt að gera meðan sko. Nei, nákvæmlega. Kjartan Atli Kjartansson, þakkaði bestu þakkir fyrir að gefa okkur langan og góðan tíma og já, þetta er það sem að kallar sprengfullt sportið í fótbolta á körfunni. Takk fyrir stæðleikir. Beint og Garðabænum. Við ætlum kannski að segja mér rétt í lokin lagi sem ég er að spila núna, ekki gleyma nafninu, með KJ, er þetta minn á því þarna eða? Já, þetta er nú gamalt, þetta er heldur 2002 eða 2003. Já. Þetta er eins og við segjum klassíst sko. Já, klassístara. Og það kemur eða ekki, ef að Stjarnan fer í úrslit þá hlýtur nú að fara að koma eitthvað stjörnu vakning eða ekki? Já, það verður hlaðið í lag sko, ég skulda nú ennþá. Ég lofa einhverjum pegjum sem ég þjálfaði, ég myndi sennilega að vera illmestur og það er komið nokkur ár síðan. Jæja, þannig að það er einhverju lög á leiðinni. Já, bestu þakki Kjartan Atli. Sömuleiðis. Já, við endum þetta á Kjartan Atli og svo ætlum við að heyra í Benedikt Guðmundsssyni, þjálfara Þór Þórðarsson hérna eftir, þannig að fara ekki langt en við ætlum að skella þessu lagi með KJ, ekki gleyma nafninu.